Halló. Verið velkomin að sjónvarpsskjánum eða tölvuskjánum eða símanum ykkar eða hvað sem þið eru að horfa. Ég heiti Rúnar Freyr. Já, ég heiti Björn Már. Og við ætlum að fylgja ykkur hérna í gegnum leik Skautafélags Akureyrar Víkinga á móti Skautafélagi Reykjavíkur hérna í Skautahöllinni á Akureyri. Það er spurning hvort við hlaupum í gegnum liðin. Já. Byrjum á gestunum, það er í marki Jóhann Ragnarsson og Haraldur Nikkel. Aðri leikmenn, Markus Ólafsson, Edvard Kaskal, Alex Sveinsson, Sölvi Atlason, Arnar Karvelsson, Þorkils Eggertsson, Haukur Karvelsson, Kári Arnarsson, Hákon Magnússon, Lukas Tinga, Helgi Bjarnason og Ríhards Verdins og Þorsteinn Garðarsson. Þjálfari er engin annar en Milos Rasinski hinn. Heimamenn eru þannig skipaðar að Róbert Stengriðsson byrjar í markinu eða ekki? Jó. Og honum til aðstofar er Tyler Sturm. Fyrsta lína í kvöld er Orri Blöndal og Gunnar Arason í vörninni með þá Jóhann Leifsson, Hafþór Sigurjónsson og Unnar Rúnarsson í sókninni. Önnur lína Ormur Jónsson og Atli Sveinsson í vörninni, Birgir Einarsson, Ólafur Björgvinsson og Matthías Stefánsson í vörninni. Svo er það Dagur Jónasson og Halldór Skúla í vörninni með Heiðari Jóhansinni, Andra Mikaels fyrirliða og Marek Víbostok. Hvernig sem að ber þetta fram. Og svo erum við með Bergþór Ágústsson og Daniel Ræjan í vörninni, fjórðalínunni, Pétur Sigurðarsson og Andri Sverris. Svo er það Bjarni Kristjánsson sem fær hérna leik sem er frábært, gaman að sjá. Já, það er eins gott að klúður ekki neinu. Það er eins gott að klúður ekki neinu. Ungur strákur sem er hérna virkilega flottur og hérna gaman að sjá hann spreyta sig með mönnunum. Hvað segir þú, hvað heldur meira leik, Björn? Já, ég ætla bara að vona að verði hér góður hockeyleikur til sýnis, sko. Já, við erum að vona það. Það vantar nú aðeins í bæði lið. Bæði Axel Oragan er ekki með S-ringunum. Ég sé að hann er á bekknum bara með Milos. Já. Svo er hann Gunnlaugur. Hann er í banni. Það er reynd að gera af Pétri Mokk í síðasta leik með kilvunni. Það var svo... Já, þetta var leitt að hlæja þessu en þetta var bara svo í velinu fristúsi, skils mér. Jú. En hérna... En óhapp einhvað síður, ég er alls ekki að segja að það verið viljandi. En svona getur gerst og við óskum Pétri bara skjót spata. Jú. Það skán ekki bara við þetta. Já. En svo vantar hjá Skautafélagi Akureyrar, þar eru meiddir Uni Blöndal og Baltasar, báður með axlameiðsli. Já. Og hérna... Það vantar Róbert Hafberg. Það vantar þig, það vantar... Já, það vantar bara helling, myndi ég segja. Já, það vantar helling. Það vantar einhver kíló. Já, vantar kíló. Þetta er hérna, verður flottur leikur. Sjáum það er hérna glæni fyrsta línu hjá báðum liðum. Það sem að vantar náttúrulega einhverja leikmenn, það var búið að breyta eitthvað línunum og svona. Já, Sheldon er búinn að vera að hrófla mikið í línunum. Hann er búinn að hræða mikið í þessu í alla vetur. Já. Já, setja sig bara strax til okkar. Já, þess að mér vinna uppkastið og fara strax í baráttuna í horninu. Og Jói komin í færi hérna og setur hann á Haffa og Orri. Já, Jóhann sér við honum. Haffi strax komin í strax komin í einhver darradans við Edvard Kaskak. Já, þetta er bara ástriða. Já. Það verða að vera tilfinningar í þessu. Já. Við fáum þetta uppkast inn í varnarsvæði SR-ringa. Sölvi og Jói. Ég hef ekki að skrifa þetta á SR-ringana. Fyrstir í parkinn allana. Fín pressa hérna á unnari baráttunni í horninu.
Þarna datt út hljóðið hjá mér. Það lækkaði mjög mikið okkur. Eiríkur tæknamaður er ekki ánægður með þetta. Nei, nú veit ég ekkert hvort það heyrist í okkur, kannski heyrist í okkur, við höldum bara áfram að bladra. Já. Sjáum. Atli fær hérna smá byltu. Þetta er Birkir víst, ekki Atli. Já. Er þetta komið við aftur inn? Já, nú er að tala saman. Kannski vorum við inni allan tíma, við heyrðum bara ekki ykkur sjálfur. Já. Atli sækir bökkinn hérna tilbaka. Setur hann bara út úr svæðinu. Andri kemur í pressu. Atli með 9 kíluna fyrir aftan markið. Já. Hann er með McDavid boga, segir hann. Þú ert sko, Bjössi er svo eini hérna í stúkunni sem fagnar sko meira þegar menn brjóta kilfur heldur en þegar þeir skora mörk. Já, fagnar sko. Þessi Björni selur nú kilfurnar þá hérna. En Marek setur pressu hérna. Já, sko mína, það var lítið verið að brotna sem ég er að selja. Já, meina það. Já, þú segir það. Já. En þú fagnar þér þá þegar kilfur frá öðrum brotna þannig endi með að koma til þín og kaupa það. Já. Andri Sverris setur pressu hérna og SR-ingar hreinsa og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Skautafélags Reykjavíkur. Sjáum að inn á fyrir SR-ingar núna eru ungi strákar, Þorsteinn Garðarsson og Richard Verdins og Helgi Bjarna. Helgi Bjarna skoraði tvista markið sitt í síðasta leik. Já, á móti mjög efnilegu leikmaður. Hafnarfjörður fekk í minn sinn fyrstu stig í gær. Já, við óskum þeim til hamingju með það. Það var hörkuleikur í Eiðsundinni í gær. Þeir eru búin að... voru í framlíning og vító og Fjölnismenn tók þetta þar. Þeir eru búin aðeins bæti í leikmannahópinn. Það var ekki til nógu mönnum fyrir þannig að þeir eru búin að vera að versla á Tímú. Já, á Tímú. Róbert tekur þetta skot. Bjarmi Kristjáns reynir að koma svo út, kemur þess ekki út. Já, sko. Þar fór einn volpís. Þessi var ekki keppt í á byrni. Það kemur blóðbræð á munni hjá manni núna. Þessi var ekki keppt í bænum hérna á Akureyri. Nei, það er alveg ljóst. Þetta er eitthvað pantað einhver erlendis og greinilega. Já. Orri Blöndal. Hákon setur pressu þarna á hann og þetta er ekki Haukur Karvels með honum hann í hópninu. Jú, vel gert hjá Hauk. Fínt færi hjá SR-ingum hérna. Robby tekur. Þessi er yfir. Nei, sleppur. Þetta er svolítið. Menn er svolítið á afturöndanum hérna núna. Já. Gunnar Unnar Haberg setur hann bara djúpt. Fyrir Haffa hana hinum inn. Og Gunnar. SR-ingar í vandræði með að koma bekkinum út. Mattias setur hann djúpt og Birkir fer þá í pressuna. Jóhann Björgvin öruggur hérna í markinu og grípur þetta. Já, við bjóðum Móra velkominn tilbaka. Já. Það er einhver orðaskipti þarna á milli manna. Já. Það fer ágætlega stað fyrir SA. Það er búin að sækja meira hérna, en SR-ingar reyndar búin að eiga hættur í tværi hérna. Sæmundur Þór Leifsson eitthvað að ræða við rittarabóksið.
laust gler hérna og vantar starfsmann húsins. Ætli Matti sé nokkuð á vaktinni? Já, spurning. Það verður verið ef þetta klæða svo skautunum og fara að græja gleri. Býtum nú við, hvað í gangi? Það eitthvað laust gler. Ætlaðir að fá þennan Baltzalaga, hérna, nummer 60 og... Já, Þorsteinn Garðarsson, alltaf Glerlistamæðurinn. glerlistamæður. Nei, hann var í boxið. Það eitthvað sem við mistum af. Það nú. Ég sé að ég fengið skilaboð hérna frá formanni Íshockeysambandsins að það var hátt í okkur til að byrja með, en það er betra núna. Já. Við fögnum því að það sé fallegt ljóð í okkur í dag. Já. Býttu nú við. Já, það er bara aðeins losnað úr hérna niður í gleri, syns mér. En við kannski erum ekkert að blara, leiðum ykkur bara að hlusta á Gleðibankann hérna. Já. Ef þið heyrið í honum þar að segja. Býttu nú við. Unsportsmanlike conduct var hann. Það er spurning hvað hann hefur gert. Já. Já, veltum okkur ekki på því núna. Ég var eitthvað aðeins að reyna að kíkja á þetta hérna, hvort ég sæði eitthvað á vídeónu hvað er gerst þarna. Það er fyrir hvað hann fær hann að 2 mínútna dóm. Ég gat nú ekki séð neitt, þannig að líklegast er þetta eitthvað sem hann hefur sagt við dómarann eða eitthvað slíkt. Það lítur að vera eitthvað svoleiðis bara. Jú. Það er búið að leysa það. Sæmundur Þór Leifsson lætur ekkert leifir mönnum ekkert að rífa kjattvísi. Nei. Þannig við vonumst að þetta fara í gang fljótlega. Við þurfum að fá hérna okkur þættinum er að berast kveðja, Björn. Nú? Okkar besti maður situr á Torrevieja á Spáni og þambar sangríu. Hver er það? Og ég efast ekki það að hann talar bara spænsku með hann úti. Leifur Ólafsson, okkar besti maður. Hann er að marinera sig í sólinni. Við byggjum kærlega að heilsa til Spánar. Hann á nú ansi mörg afkvæmi hérna í skautahöllinni í kvöld. Já, þau eru nokkuð. Sonur hans er dómari leiksins og sonur hans er í skautafélag Akureyrar. Barnabarnið hans er í skautafélag Reykjavíkur. Kalla og kvenna. Og svo annað í kvennafloknum, S-ringunum. Hvar endar þetta hérna? Þetta fekk hann í Gengsson hérna velun hérna, já. Fyrstu velun fyrir afkvæmi. Já. Það þyrfti að senda á hann einhvern svona rútaþuglara. Já. Það er einmitt veldig keppni núna helgina, þannig að það þurfti að vera í henni, sko. Já. Það getur kannski sagt okkur, enn að rútaþuglarinn, hvort það sé eitthvað svona eitthvað áberandi gott þann undir. Fín mæting í höllina, eins og venjulega. Já, það er mjög skemmtilegt að sjá. Það er hérna bara nánast fullstúkað hjá okkur. Og það er ennþá eitthvað að streyma inn. Já.
Þetta er að taka einhvern smá tíma að hérna, festa þetta gler. Mér sýnist þeir nú að vera að herða þetta núna aftur. Já. Já, það var eins og vorum að tala um á hann. Það var hörkuleikur í Egilshöllin í gær þar sem að Fjölnir tók á móti Hafnfirðingum og Hafnfirðingar náðu sitt fyrsta stig. Já, fór í vító eða ekki? Jú, og Hafnfirðingarnir voru yfir alla leikinn sko. Já. Það var bara í síðustu lotu sem að Fjölnismenn náðu að jafna og tryggja sér framlengingu og svo vítakeppni. Viggo Hlinsson sem að skoraði vítið sem að Skildi liðina. Já, skildi liðina. Þeir eru að koma inn á með eitthvað kassa, þetta sé að fara í svona pallaþrek eitthvað. Það gæti verið, Ingi hérna. Ingi sé að fara í pallaþreki. Já. Einn. Það telja ferðirnar. Tveir. Þetta er mjög spennandi, á næstu farin á hausinn þarna. Já. Hann er Ingi Bóin, hann tók 2 ferðir upp á kollinn. Það þurfi ekki að vera margar, það þarf bara að gera þetta almennilega. Og game on, eins og þið segja. Það er Jóhann fyrir SA og Sölvi fyrir SR viðkastinu. Það er fyrsta powerplay leiksins. Gunnar Arason og Birkir upp á blálínni. Marek, hann hendur hún bara hann eitthvað. Og hann missir hérna backinn frá sér. Passaði hérna Birkir minn. Og þeir reynsa. Já, þetta er hvað? Andri Mikaels, Marek og Jói, Birkir og Gunni í fyrsta powerplayinu. Jói fer bara alla leið hérna. Finnur Marek. Fínt spil hérna en Birkir er ekki að taka við þessu. Kemur svinni yfir á Gunna. Láttu bara vaða hana. Jóhann tekur þetta auðvitað. Gott skrín hann hjá Andra. Þeir fær skiptingu, önnur inn á. Eða powerplay 2. Komaður hérna Unnar, Atli, Dagur. Óli Batti. Það er bara að vera 4 Hafþór. Nei, þú sérðu ekkert hérna. Já, ég sé ekki hérna inn, já. Atli flýgur upp völlin hérna. Með Mark David spaðan sinn. Unnar. Finnur Atla. Setur hann yfir á frænda sinn. Vandar sig strákar. Atli lítur upp, tekur skot. Enginn fyrir fram markið. Nei, við skorum ekki úr þessu. Það Nei. var það Unnar Berg. Yfir á Atla og Atli færi. En þetta er blokkað. Markus blokkar þetta vel hana. Fórnar sér. Unnar Berg tekur skotið. Framhjá. Og Atla kemur fyrsta markið. Hafþór Andri Sigurðarsson eftir stóðsendingu frá Unnari Rúnarsinni og sá ekki hver var annar. Já, flott þetta. 1-0 fyrir Skautafélag Akureyrar. Þegar að rétt tæpar 6 mínútur eru búnar af fyrstu lotu. Aftur í venjulega línur hérna, Jóhann Leifsson setur pressu og Hákon Marteinn
fellur við. Unnar Hallberg og Bökkin kemur þessu yfir hérna á Jóa. Fyrir ekki bara inn á mark og Haffi fær Bökkin aftur í færi en missir hann frá sér. Hákon sendir yfir á Lukas. Kemur hann djúpt. Hákon næst skotið hann úr horninu. Kemur Unnar. Kom full seint þarna sendingin. Það mátti vera komin aðeins fyrir hana. Það barningur hérna í mönnum. Ég veist menn svolítið á hausnum hérna í dag. Já. Þesseringarnir sækja núna. Ætli ísinn sé ekki eitthvað ekstra harður. Róbert ver þetta vel. Matti reynir að blokka þetta. Koma svo og... Óli Batti reynir að finna Birki þarna. Skot. Já, fínt skot. Jóhann tekur þetta auðvitað. Ormur fylgir hérna aðeins eftir og fær eitt gott chop hérna. Já, það má alveg. Já, hann á það skilið. Það kostar að fara þarna. Það voru að spila upp á að slagi Hittvisi. Já. En þetta er ekki MC Gautið eitthvað? Já, það. Ég heyrist það. Jú, hann á ættir að rekja norður til Akureyrar, þannig að það er... Já, svo svona flest allt sem er gott. Engin hroki hér. Halldór Skúlason, Marek, missir hann frá sér og hendur hann aftur út. Hann er alltaf mikið í þessu drengurinn. Hann er eitthvað. Dagur gerir vel hérna. Missi kilnuna. Og Dóri fer aftur inn hérna. Þorgils pressar á hann hérna, stoppar hann. Það er einhver kíló að munum hérna þessum tveimur. Já. Og Dóri er út allt hérna í þessari skiptingu. Já. Andri setur þetta inn á... Þarna sluppum við með skrekkin hérna, norðamenn. Alex Máni næst í sloppin í gegn. Já, maður hitti nú leikmann núna loksins. Og færi! Nei. Jói tekur hann að skotið og fyrsta rýpátt líka. Bjarmi setur hann yfir á Dagur með hörku skot en framhjá. Skaut pekkinu bara Bjarmi niður á vinstri stöðu úa sem hann vinnar. Alex. Þarna munið hann bara litla er í sjálfsmark. Vel gert hjá Bjarma hérna. Þá kemur Marek. Það fyrir nú ekki að fara að kíkja á skautana hjá honum. Já, fleirum sko. Já. Það gamla trikkið að sandbera bekkinn en það er endar að heima þegar menn eru á útivelli. Já, þannig Hákon konur sók, keirir inn. Róbert gerir vel og stoppar hann hana. Róbert gerir vel að verja þetta. Og hvað var þetta Pétur sem var eldan hana? Hver var þetta? Nei, þetta var Dagur, já. Eða hvað? Nei, ætli þetta ekki verið Pétur. Já, gerði vel að setja press á hann. Það fekk ekki svona... Já, hann fekk gott. Já, þetta var alveg færi held ég. Já, fínt færi sko. En það er alltaf verið að klára þegar einhver er að hamast í þér sko. Já. Það var Haukur Karvels á móti Jóhann Leifs í uppkastinu. Haukur Karvels og Arnar bróður hans fóru frá Fjölni og yfir í SR aftur. Já. Erum samt uppaldir í SR sko. Já. Það er svona... Flökku genið eitthvað. Já. Jói hægir, reynir að finna hann Unnar en vel gert hjá hérna. Hvað hittir hann hérna? Stóri varnarmaðurinn hérna? Edvard, já. Hann er öflugur þessi. Já, hann er flottur. Hann er mjög flottur sko. Ágætt snáungi líka. Þeir eru ekki flestir beinir í beini. Jó, þeir eru þannig flestir eftir trókar. Já. Oftast nær allavega, þó að sé oft hitt einu í ísnu, þá var þetta flestir allavega félagar. Þó að sé alltaf undirtekningar. Það er ekkert hægt að vera vinir inn á ísnu, sko. Þá værum við bara, þá myndi ekkert gerast í leiknum, sko. Þá getum við annars farið að horfa bara á einhverja æfingu, sko. Hort á bara Íslandsmóti í keilu. Já. Já, þess að gera lítið úr því sporti, sko. Nei, en það er ekki mikið hitið það, sko. Nei, ég held sér ekki mikið.
Gunnar vinnur pökkinn hérna í horninu, Orri Blöndal hótar tæklingunni og hann var fljótur að losa sig við pökkinn hérna. Atli með Magdevits baðan. Ormur setur hann framhjá. Þeir negla þessu bara út úr höll bara. Ríhards Verdins bara setja hann inn í hornin. Neldur hann bara inn á. Ég er nú ánægður með blödsnúð kvöldsins, hann er aðeins að kynda í græfunum. Það er svoleiðis? Já, það er svona. Það þarf að heyrast í þessu. Hver ætli þessi blötusnúður? Það er góð spurning. Það er nú valla heyrð blödsnúður skottafélagsins, hann Sölvi. Hann átti afmæli í gær og honum til hamingju með daginn í gær. Jó. Svo er það Haukur Karvels sem setur pressu hérna, Þorgils. Nei, þetta er ekki Þorgils, þetta er Kári. Já, Jóhann Ver. Öruggur í markinu hann Jóhann. Óli Batti aðeins að láta finna fyrir sér hérna. Gauti og Haukur í uppkastinu. Heiðar Gauti vinnur þetta. Dagur fer tilbaka með hann. Erfið sending hérna Marek. Heiðar heldur þessu, kemur þessu upp og fáum bara skotið eða ekki. Jó. Sett hann þetta ekki bara beint í einn mann hann? Jú, í næstan á. Andrés og Öflugur, hann er farin að blokka skot á báðum endum. Já, hanna. Kári er að finna hérna. Marek. Hákon hérna á kantinum. Lukas Dinja í baratunni. Andri Sverris. Gemur þessu djút. Jú, og kemur í færi. Nei, þessi var rangur. Þessi var svo... Alveg kólrangur. Það var heiðarleg tilraun, við vorum það svoleiðis. Þá fáum við kjúklingalínuna hjá SR á móti fjórðulínu hjá SR hérna. Já. Andri Sverrisson vinnur einmitt á kjúklingastað. Já. Hann er góður að djúpstekja, víst. Já, já, það veit. Það er spurning hvernig hann fer með þá. Já, og Bjarmi Kristins flottur hérna, setur pressu strax. Pétur kemur þessi yfir. Gaman að sjá ungu strákana og ístíma hérna. Og sett hann bara drengur. Gott skot. En vel varið hjá Jóhanni. Það er að setja hanskan í hann hann. Hljómar er honum. Færi hérna, Unnar setur hann í hliðanettið. Haffi kemur að hjálpa honum. Unnar kemur út með þetta, kemur þessu upp á bláu. Úff, þetta var tæft. Jói sækir þetta. Kemur þessu yfir á Orra. Gaman að sjá Orra Blöndal aftur inn á. Já, Unnar með skotið, færi, Gunni næsti búinn að taka frákastið þarna. Þetta var... Reynir að finna þarna Jóa eða... Já, var að reyna eitthvað, kom hún þarna rúllandi á bakhóndin eitthvað. Hákon reynir að stinga sér hérna en Gunni kemst fyrir þetta. Færi! Allt hérna.
tekur þetta. Róbert tók þetta þarna, já. Kári reynda að kloppa hann þarna. Já. Ói, flott pressa hjá Óla Badda þarna. Hann var næstu rokkin inn þessi. Já, Jóhann tekur þetta. Þetta er nú bara nokkuð líflegt hérna í fyrstu lotu, þó að setja komið 1 mark. Já. Þetta er svolítið scrambly hockeyleikur. Þeir eru svolítið svona, Já. svolítið innbæðingar út allt systemið í gangi hérna. Já, sem er enda mjög gott kerfi, sko. Já, það er frábært kerfi, það er mjög erfitt fyrir andstæðinginn að lesa það. Atli. Tvíburarnir Ágúst og Bergþór kenndi okkur það. Og færi á matta. Ormur. Þetta var hættulegt. Hákonni laust þarna, Matti og Hákonni barðunni. Matti gerir vel þarna. Andri Mikael setur öxlina í, er þetta Lukas Stingna þarna? Já. Sem svarar fyrir sig hérna reynir allavega. Kemur Hákon Martin upp á ferðinni. Setur hann í hornið. Það má ekki gefa honum mikið plás. Nei. Myndalegt slass þarna frá Hákonni. Þetta má. Skot. Það er það Marek. Helgi Bjarnar fer í hann. Marek kemur þessu upp á Orm. Ormur tekur bara skotið. Skot þarna en áhættulaust fyrir hann Jóhann. Fínt við fáum uppkastið bara inn í varnarsvæði. Skautalins Reykjavíkur og Sheldon hendir hérna fyrstu línunni á. Jóhann Leifs vinnur þetta en Sölvi, Lukas fyrir ekki, byggjar þetta upp. Alex Máni reynir að finna þarna. Reynir að finna, skal við segja, hann Arnar. Þessi ná ekki haldur sinni, byrja upp á nýtt bara. Þorgeils, Edvard, Arnar. Það er kannski mátt setja hann bara á Sölva hann á bláu í staðinn fyrir að dömpa þessu þarna. Unni finnur Unnar finnur Haffa. Haffi bara komin í færi skjóttu bara. Kemur svo Ormur. Munaði litlu þarna. Atli heldur þessu inni en það finnur ekki langt inn. Hákon reynir að setja þetta upp á Kára hérna sem kemur. Ormur fylgir honum. Stuðar hann aðeins þarna. Orða Birkir Einarsson. Móti Lukas. Einn á móti Lukas Dinja. Új, þessi var nú skröldlegur. Staðan er þá 1-0 þegar 15 mínútur eru að verða búnar að leiknum. Það var Hafþór Sigurjónsson sem skoraði eftir stóðsendingu frá Unnari í powerplay. Mattias og Helgi í kastinu. Vel gert á Halldóri hérna. Kemur þessu yfir að Birki. Dagur setur hann beint í spaðan á Edvard Kaskak. Það væri gaman ef við væri með sko hérna svona nærmynda andlitin á erlendu leikmönnunum þegar maður bera fram nöfnið þeirra. Já. Já, ég held þeir ekki okkur alveg sko. Já. Þá er það Alex Máni og færi hjá S-eringum en Arnar Karlsson átti skot, skaut yfir.
í dauðafæri. Nú er hver hérna kallað á hann. Hann ætlar að stinga sér Og pressa hérna í Vestfirðingum. Dagur leysir þetta vel. Heiðar Gutti með sendinguna yfir á Halldór sem kemur þessu bara djúpt. Heiðar nær þessu aftur. Lítið yfir. Anna, munaði litlu Anna. Bjarmi kemur í pressuna. Já, Kári kemur sér. Það er dómur. Já, Sæmi var lengi ákveðið að séð þarna. Já, þetta er sennilegast rétt hjá honum. Fannst hann fara þarna í Já, hann fór alveg í hendurnar á honum. Þetta er rétti dómur. Þarna munaði litlu að Kári hefði gert sjálfsmark. Þessi er engar búinn að kippa markmannunum út. Þetta er nú við. Núna flautar hann. Það er eitthvað. Það eru tveir að Hákon Marteinn að fara líka. Booking á rauðan, booking á bláan. Já, þar fauk Sæmi af jólagjafalistanum. Sjáu þetta tvo saklausa menn labba í bóksið. Voru þessara manna gerði nokkuð skapalunda sér. Það er 5 á 5. Þarna Herjólfur er kominn í höfnina. Já. Hvar ætlaði að taka uppkastið? Það er þarna, já. Já. Okay. Þetta var að finna þetta glæsileg sending hjá honum yfir á Alex. Nei, stöngin bjarga honum. Alex straujar hérna Róbert Markmann. Já, þetta var nú óvilja verk held ég. Já. Vonandi að hann ekki slasað Róbert eitthvað hana. Nei, það er þetta hart í Róberti sko. Svo eru þeir í öllum þessum búningi líka. Hvað er það? Það er gaman að sjá þetta aftur hérna. Já, það er hérna Atli Sveins sem að tæklar hann bara á Róbert. Er þetta ekki Orri? Já. Jú, þetta er Orri Blöndal. Já, það vantar ekki atvikinn í þessari fyrstu lótu. Nei, það er nóg að gerast. Það var ansi löng fyrsta lóta. Já. Róbert stendur upp. Já. Var lóaklapp fyrir. Risin upp frá döðum. Jói Hirð, sjúkraþjálfari og yfirnuttari, búinn að stuða hann upp. Strjúka honum inn á lærið eitthvað. Hann er sér óskiptum að þið eru nú að tala um markmann hérna. Sástu hérna, það er ekki Toronto markmann sem varði pökkinn með, var búinn að missa hanskan og varði pökkinn með beri hendinni. Það er svona ægileg flaga í kringum markið, svo kemur bara hendisn upp og bara pökkurinn í lófanum á honum.
En mér sýnist við sem að fara að halda áfram. Já. Nú má þetta vera að fara af stað. Við erum að fá hérna aðdáendakveðjur og bréf alls staðar að á landinu og fyrir utan landsteinum náttúrulega. Við erum búin að fá frá Spáni og Reykjavík og við varum að koma frá hérna Neskaupstað. Neskaupstað, já. Já. Þar eigum við diggan aðdáenda og Þórunni Friðlaugs. Atli loftir þessu hérna bara. Svo hefum við Oppi Kúskús á Sauðárkrók. Herra, Eseringar sækja hérna. Kári sækir pekkinu í hornið, Ormur setur pressu á hann. Kári heldur pekkinum á hann, missir hann út og Birkir pressar á hann þarna. Vel gert. Kári ennþá með hann. Var að snúa hann af sér. Og Bökkur fer hérna upp. Sér ángur. Þessir. Já, þetta var alveg. Þannig kominn Gylfa. Það er þessi svo nýtt. Sýnist ekki, þetta er sennilega báðir hann. Því miður. Það hefði verið fínt sko fyrir þig ef að Stefán Hrafnsson var ennþá að spila sko. Það myndi örugglega auka teipsölun og hefur alveg... Já, og Jón Benedikt líka. Já. Það var bara teip á milli lota og eftir uppbytun. Já, miðri lotu og... Svo kannski ekkert endilega skoraði mörk sko. Þurftu þess ekkert, ég sá það. Jú. Alveg. Marek setur pressu hérna á Þorgils. Þorgils bara reynsar. Andri vinnur þetta. Þetta getur við ekki verið sammála um það að SA er nú búin að vera sterkara liði hérna, en SR er búin að eiga ansi hættuleg færi. Sko. Já. Þeir eru búin að eiga eiginlega hættulegri færi ef eitthvað er. Marek tekur þetta niður hérna. Hæstikk, líklegast, já. Rétt. Þeir eru náttúrulega pínu færri SR-ingarnir, þannig að þeir þurfa að vera pínu skynsamir í leiknum, sko. Svo þeir eru veit að keyra á tveimur línum bara heilan leik, sko. Já. Þannig þeir kannski eru að reyna svona... Þeir eru að keyra alveg þremur núna. Já, þeir eru nú bara 13, sko. Já, þeir eru með 3 sóknarlínur og 2 varnarbörn. Já, það er erfitt. Þeir eru kannski að reyna að keyra á skyndisóknum og nýta powerplayin. Það er kannski svona upplegið. Já. Og vera svo fasti fyrir í vörninni. Koma SA-menn og Gunnar Arason á siglingunni. Jói Leifs. Þannig að Edvard Kári og Markus Fín pressa hérna hjá SA. Nei, þessi var nú ekki rangur eða Rúnar. Við erum ekkert alltaf sammálaðir, sko. Nei. Það var tæft. Þetta var tæft. Óli Batti og Alex Máni eitthvað að... Já, ætli þeir séu nú ekki bara að ræða veðrið, held ég. Jú, eitthvað. Það er nú ekki... Óli Batti nú ekki þekktur fyrir að
Nei, ég meina Skeyta skapi. þeir voru bara eitthvað að spjalla saman held ég. Já. Það er nýtt í bíó og eitthvað. Já. Ormur gerir vel þarna. Setur þetta djúpt. Óli Batti sækir. Fín pressa hérna frá Þorgils. Stoppar hann hana. Gerir vel. Svo er það Atli. Með McDavid spaðan. Djúpt. Og Óli Batti setur þetta á. Reyndi að koma sér fyrir mark bara hérna en fín pressa hérna á SA. Já. Og þá var það Ormur. Alex kemur sér inn í miðuna. Skaut þarna í. Hver er þetta? Hann fann fyrir þessu. Það meða nú ekki við því að SR-ingarnir að missa annan mann í meiðsli þarna. Þeir eru ekki skot í fótinn þarna sýndist mér. Hann harkar þetta að sér. Og Martin kemur þessu út. Kári eftir pökkinn. Þeir eru svolítið mikið búin að chippa pekkinn bara út af ramman og kanturinn hinum meginn kemur frá og sækir. Já, verður Fyrsta lotta loksins búinn. Þetta tók enga stund. Já, ansi löng fyrsta lotta. Staðan 1-0 fyrir Skautafélag Akureyrar. Markið skoraði Hafþór Sigurjónsson í powerplay. Lítið gerst síðan það mark kom. Ágætis leikur samt sem aður. Já, það eru bara nokkuð færi hérna sem að já, SA bara slapp með skrekkinn hérna nokkuð sem var. Já. Stangarskott hérna hjá Vestfirðingum. Já. En við komum aftur að vörmu spori.
mættir aftur. Það eru vonandi allir búin að stökkva fram í eldhús og fylla á snakkskálina. Ná sér í eitthvað til að drekka með þessu. Já, við gerðum það allan. Já, ég fór að ná mér í kaffi. Við fórum hann inn í VIP. Nýju aðstöðuna fyrir ykkur sem ekki hafa komið í skauthöllina á Akureyri nýlega. Þá er búið að gera ægilega fína aðstöðu hérna. VIP aðstöða, það sem við mikilvæga fólki fáum að hanga. Jú, ég fekk einn kaffibolla hana og aðallinn eins og já. Þetta er skemmtilega, allir eru sendir hamborgarar og kannski alveg lágmark við fáum eitt kaffibolla Rúnar eftir alla veru okkar hérna á þessum stað. Já, undanfarinn ár. 1 klukkutími farið í skautaíþróttina. Já. Og börnum okkar líka. Já. Ég meira sem náði að fara á gamla útisvöllin. Sem að var á Krókherinu. Já. Já, það? Já. Ég gerði það ekki. Ég byrjaði svo sent. Ég kom ekki fyrir 12 ára inn í þetta. Þá var ég sóttur upp á Þórs, malavöllin á Þór, sem að Héðinn Björnsson var búinn að snúla. Já. Ég var eitthvað að heyra hvað hann var að segja hérna. Já, hérna, þess að Héðinn Björnsson var búinn að smúla malavöllin gamla og setja mörk og kylfur og það vorum átt að leika okkur þar og sótti mig var að hanga eða. Leist vel á hennan Ég fór á fyrstu, já, lurkin. Ég fór á fyrstu hokkjaæfinguna mína hérna í svörtum tannmannsgötum. Já. Ég man að mín fyrsta æfing var, sko, þá var ég í snjókala út af veðri og svo í hlífum yfir það. Alveg, sko, allt upp á 10, allt upp á 11. Og með hjálm, með hú undir hjálmnum minn í gamla dag líka. Já, já. Þetta voru góði tímar hins vegar. Já. Það var eitt sem að skautaði ringin alltaf uppi til þess að lemja inn naglana áður en leikurinn hafðist. Já, ramminn var orðinn eitthvað lúinn. Já, viðurinn var eitthvað aðeins að anda þarna. Þá sjáum við hérna Jóa og Unnar og Haffa ræða saman á miðunni. Ég held að sé að ákveða hvernig er alltaf að skora fyrsta marki í þessari lótu. Já. Þessi ekki að byrja þetta ísinn þóttni aðeins betur. Íri Bruna, hann er gjörsanlega skrúðar frá öllu hérna þegar hann fer yfir, sko. En ágætt snáungi samt, sko. Það er flottu gæi. Og hann er með margt til lista lagt, hún er Íri. Hann kann ýmislegt. Já, hann er það, sko. Hann er hérna... Hann leigir út í hérna húsbíl á sumrin. Já, hann er flottur ljósmyndari og gerði hérna tónlistavídeó fyrir mig. Já. Og þess að villi keyrir hann Zamboni. Já. Og hann har vefsíðu. Já, ekki nóg með það. Þá er hann líka að selja miða í hvalaskoðun. Jú, það já. Hann er bara allt í öllu hérna. Hann ætti bara að vera bæjarlistamaður. Já, en Rúnar, það kannski vita ekkert margir, en þitt liðar sjálf Rúnar F. Já. Er eitthvað að gerast helgina? Er eitthvað að gerast Það er eitthvað lítið, sko. Ég er að spila í kvöld. Er þetta lokað bara? Enga samkvæmi? Já. Er einhverja nafntogaða einstaklinga? Það má ekki segja. Nei. Ja, hefst leikurinn
Og við skrifum þetta uppkast á rauða. Og plökkurinn fer út af. Plökkurinn fór út af sendinett. Íslendingar taka þetta Hafþór setur pressuna. Þessi köll, þetta skemmtileg. Þetta var vinnur Alex. Alex kemur. Það skot hérna frí. Neglir þessu í lappirnar á Gunnari fasteignasala. Og seitt núna Jói Leifs pikkar þetta upp. Allt lokað. Íslendingarnir gera vel loka miðjunni. Unnar snýst fyrir einhverja ringi þetta bara. Plökkurinn bara að stoppa í. Þetta er leitu bara. Já. Hanna. Kemur Haukur Karvels. Nær ekki í bekkinu. Óli Batti gerir vel. Einhver Marteinn. Matti. Matti færi, rétt framhjá. Atli Birkir, Atli aftur. Þetta er ekki líklegt til árangurs. Nei, Mark Davids bæðin að klikka. Kemur Þorgils. Gríðarlega hraður skautari Þorgils. Já. Það er alveg á beina sprettinum, hann er alveg flýgur. Það fær það náttúrulega bara frá pappa sínu. Já, pappas var náttúrulega nákvæmlega eins. Pappas var að hörku skotmaður líka, sko. Já. Það var það Birkir Einarsson, fínt skot sem að Jóhann Björgvin ver. Það er erfitt að skora þarna þegar Jóhann Björgvin sér. Hann er stór líka, Jóhann Björgvin, þetta er auðvelt fyrir hann. Og bara góður markmaður, hann staðsettir sig vel líka. Já. Og kemur Heiðar Gauti, eða Hessu eins og við köllum hann hér. Það séð að vinna þetta uppkast á móti Helga Bjarna. Og þetta er jafnt, við tökum þetta. Andri sækir þetta. Steinn á honum. Marek. Spurning hvort hann látið skerpa skautana í hálfleik. Dóri Skúla setur hann upp á Dag. Dagur setur hann bara markið. Fínt skot á færi. Heiðar Gauti með. Nær ekki að koma svo markið. Fín pressa hérna á rauðum. Dagur hendur þessu bara beint á. Vantar svona einhverja meiri trafík fyrir framan markið svo að Jóhann Björgvin sjái þetta ekki allt saman. Já. Sölvi og Jóhann. Já. Nei. Gunnar. Inn með þetta drengur. Hafþór í færi þarna. Jóhann Björgvin sér við honum. Gerir vel, lokar á hann. Fín pressa svo Hafa. Jói kemur í pressunum líka. Ræsing. Nei. Jú. Engu gaggaðin að spila. Það vil vera einhver leikmaður bara. Býta nú við. Þeir eru ekkert alveg. Já. Þeir eru alltaf að fara með þetta á miðuna, þannig að þetta var ekki æsing. Það er ægilegu fjöldi af leikmönnum á ísnur núna. Já, þetta er. Það spila 10 og 10. Já. Mattias Stefánsson vinnur uppkastið.
Birkir gerir vel hérna, fín pressa. Ormur kemur þessu niður. Birkir les þetta vel hérna. Matti. Kemur þessu upp, drengur. Nei. Æ, þetta fór bara í gegnum spaðan hjá Orm. Já. Þessi kilva er ekki keypt í búðinu á þér, það? Það getur ekki verið, sko. Ég held að þetta sé, jú, hún er það, sko, en þetta var Og færið Eskeringur allt opið. dauða færið hann fyrir Eskeringa. Veit ekki hvað. Já. Róbert gerir vel hann. Birkir grípur þetta á lofti. Ég veit ekki hvað var að gerast þarna hjá þessa mönnum. Það var allt galopið. Heiðar. Móti Haug. Já, Róbert, það kemur skot hérna í færinu hérna og þá kemur skot frá hlið á markið. Róbert vissi ekkert hver pökkunni var. Hann var snýr ennþá í hináttina. Já. Annað kast. Þá kom Marteinn og Marek eitthvað að kýta hana. Marek á siglingunni. Já, vel gert. Kemur þessu áfram á Heiðar. Það setur þetta djúpt. Það átti hann í hondinu. Það hafi verið ótrúlega segur að koma skotunum frá sér. Fyrst hann hérna, þegar að menn einhvern veginn, mann finnst alltaf að vera búin að loka skotið og einhvern veginn kemur hann þessu framhjá. Já. Það verður stundu fram í markinu líka reyndar en það er annar mál. Þetta er bara í genónum á honum. Það er eitthvað aðeins að hitna í kólunum hann þeir, aðeins að finna fyrir sér. Þannig að fann hann að sína tilfinningar. Það er bara fínt. Dóri, Skúla og Andri Sverris í barátunni hérna. Og Eskeringar ná að bæja hættinu frá. Já, Flott sending Hákon. Örðu Hákon í færið þarna. Nær að verja þarna. Róbert er að verja vel. Já, hann er. Björtur setur pressu hérna. Mæsing. Við erum svolítið hérna, mér finnst sko Skautafélag Akureyrar meira með pökkinn, við sækjum meira en Eskeringarnir að fá rosalega mikið að opnum færum. Já. Þeir eru hérna. Það er skyndisóknin, það sem við vorum að tala um það. Þeir eru þéttir fyrir framann, svo nýta er hraðan og fara í skyndisóknir. Sko. Vel var ég á Róberti. Bjarni Kristjáns fær byltu þarna. Það farið skiptingu strákarnir. Byltur í pressunni og Unnar. Bara vildi engin Eskeringur fá þennan pökk. Nei, þeir fóru bara allir frá honum. Það átti hann í hondinu. Unnar. Það átti hann við. Þetta er ekki Lukas. Jú, Lukas. Blöndal missir Þarna kemur hana. hann. Alex Máni. Affi. Slassar hann vel hana. Sástu hérna, þetta var snyrtilega gert. Orri Blöndal mistir bökkinn á bláu línunni og Alex Máni gerst í breakaway. Haff er að elta hann og hann fer fram úr Orra og Orri ýtti aftan í Haffa til að gefa hann boost svo myndi ná honum. Þá kom maður hérna
Kári, Haukur Karvels og Hákon Marteinn með Edvard. Nei. Leikur áfram. Matti sækjandi í hornið. Hann fastur fyrir hérna Edvard Kaskak. Hann fastur. Ástaða. Þessi er ekki rifnir að þessu rangstöðudóm. Nei. Þetta var á gráu svæði, ef ekki segja það. Hann er rángstæður. En ekki? Já. Hann reyndi að skilja löppin eftir en hún var komin inn fyrir. Kári eitthvað að kvarta þarna í dómarunum. Já. Það hefur nú bara sýnt sig að það þýðir ekkert. Þýðir ekkert að vera að kvarta. Sæmundur Þór Leifsson er að gefa Marek 2 mínútna dóm fyrir slass. Já. Sjá, spólaði tilbaka hana. Hann er blásaklaus. Aðeins lengra. Lengra hann á. Sjáum hvað gerist hann að. Þetta var nú ekki mikið. Þetta er engin dómur. Við vorum að tala með okkur sjálfa hérna því við vorum að skoða endursýningun á iPadinum en þessi slassingdómur var nú eitthvað það sem að það furðulega sem við séum. En þess er ekkert að fá tækifæri hérna, einu fleiri þá. Og það eru Unnar og Hessu, ásamt Gunnar Ara og Orra Blöndal sem ætla að fresta þess að standa þetta af sér. Já. Þessi er einhvern gefa sér tíma. Bara bakku Marko. Sækir bakinn, Þorgils droppar honum. Kári missir hann, hendur honum bara frá sér. Kannski var þetta planið. Þarna, fínt. Ég heldur þetta hafi verið hérna, þetta hafi eitthvað leikrit. Hann hafi fóst missan og... Þess að fá SA-mannin í sig, sko. Já, það getur verið, sko. Brenna hann hjá sér. Kári. Kári tekur skotið, Unnar blokkar. Unnar tekur þetta. Edvard. Hann fann fyrir þessu. Gott skot hann að. Já. Það held ég nú. Það er Hazard. Eins og sagt í laginu, love is in the air. Já. Þetta er nú ekki... Það er hitt í strákunum. Já. Það vil gera þessu. Hvað kallar þetta? Kallar þetta ekki lovemaking? Já. Það er spurning hvað það förum í þannig. Er þetta Orri Blöndal eða er þetta Ormur sem er horf í bóksið? Þetta er örugglega Orri. Það er spurning hvað hann... Fyrir hvað er hann? Já, hann hérna... Já, bara svona fyrir eitt og þetta sínum hér. Já, er þetta hérna... Þetta er reyndar... Unnar Hafberg sýnist mér sem að... En ég held að Orri sé að fara í bóksi fyrir... Eftir á þannig. Já, nei, ég held að sé að fara í bóksi fyrir það sem að Unnar gerði. Ég held að rugglast á mönnum hérna. Nah. Sáðum? Hérna. Það er sko.
Já, þetta eftir málum. Já, ætli hann sé ekki að fá röffing og Hákon slashing á markmanninn. Já, geti verið. Og það eitthvað að ræða málin hérna. Gunnar, Ara og Sölvi. Bárdælingurinn. Þannig að spurning hvort að S-eringarnir eru að fara í 4-3 eða hvort að það er engin S-eringur í bóksunni kannski. Þannig að þeir eru kannski að fara í 5-3. Já, nei sko. Ég sé allavega engan S-ering í bóksunni, svo er. Jafnar þið ekki út bara. Ekki bara 5-4 áfram. Jú, hann er komið dómur á S-ering. Já, þetta er bara 5-4 áfram. Arnar Karvels komandi upp á töflunum, en það er farið út aftur. Já, þetta er 5-4 sannlega. Og Hákon Marteinn er að fá dómin, já. Settu vittast númer. Hákon Marteinn er að fá 2 mínútur, líklegast fyrir slassing á markmanninn. Og Orri, ætli hann fá ekki 2 mínútur fyrir... 4-4, já. Byttu nú við. Allt í góðu. En sko, rauðir eru nú samt með 2 í boxinu, sko. Já, ég held að sé, það vantar á töfluna bara. Já, við sjáum bara. Sjáum hvað gerist. Ég ætti ekki að fá neina kveðjur að... Þættinum hafi ekki borist neina aðdándabref núna í þessari lotu. Ég held að við séum ekki að standa okkur eins vel og í fyrstu lotunni, sko. Nei, við reyndar, það er eitt sem að við höfum aldrei fengið, sko, kveðjur að handan. Nei, það er rétt í þau. Ég held að loksins sem við fáum það, þá hérna erum við búin að toppa þetta allt saman. Þyrftum eiginlega að þyrfti einhver vinnur okkar sem er ramskygn að aðtók hvort það sé ekki einhver Gæsi gamlega sé ekki hérna á svæðinu. Já. Það er gaman að þessi hérna, ég er að skoða hérna með Facebooki. Þessi 2 voru nú að kljást hérna, nánast að fara að slást. Þetta er myndað, poppar upp hérna minninga saman hérna, Hákon Marteinn og Unnar Hraðberg. Já. Félagarnir. Samherjarnir. Spiluðu saman í Sollentuna í Svíþjóð. En... þá fáum við Skúlason á ferðina. Þessi borðar ekki grænmeti, getur sagt þér. Nei, og Andri Mikas í færi, en vel varið. Jóhann Leifs með skot, aftur vel varið. Þetta er allt saman easy fyrir Jóhann í markinu. En ég er ennþá að átta mig, fór Orri ekkert í bóksu á endanum eða? Jú, það er bara tíminn er ekki settur upp á töfluna. Af hverju ekki? Það er... Og við erum 4-4 á ísnum. Já, þetta er bara svona rúna. Já, ég veit ekki hvað... Ekki mann að fengi einhvers konar persónulega dóm eða eitthvað, Hvað segir Hítran? Við erum á Hítruna hérna, tjekkum hvað... Já, jú, Orri fær 2 mínútur fyrir röffing, Arnar Karvelsson 2 mínútur fyrir röffing og líka Hákon Magnússon. Já. Þannig að þeir ekki að fá 2 hann í bóksi. Já, þessum eru 4. Þessum hefur nullað út bara hina 2. Já. Og Andri færi og svo! Nei, Jói með þetta allt saman. Hann tekur þetta allt saman og við höldum áfram að knúsast stund. Sko. Það er hitt í mönnum hérna. Já. Þetta er ekki neitt, maður. Menn eru bara eitthvað að faðmast. Sko. Já. Við höfum séð að verra, Rúnar. Já. Jóhann Leifsson er eitthvað ósáttur við þetta, en hann svo sem gekk ansi hart fram hérna að reyna að ná pekkinum hérna inn. Og það er ekki Sölvi sem að, eða var það Lukas Stinga sem að dróða niður við frammarkið. Jú. Sem er bara kannski eðlileg viðbrögð. Jú. Eins og við höfum sagt áður, það kostar að vera fyrir frammarkið. Já. Það á engum sóknum en að líða vel þar? Nei, þeir eru nú samt að sitja hann út af.
Já. Og Andri líka. Herru, þetta fer... Það er bara jafnir margir í refsibóksinu núna eins og þeir eru á bekknum. Það er bara ekkert meira pláss í bóksinu hjá liðunum, sko. Erum við þá farin inn í 3 og 3? Það spilir... Já, ég held að myndi nú jafna út þá. Já, en haldið það, sko. Það hlýtur að vera 4 og 4. Ég er svo sem engin sérfræðingur. Það eru 4 og 4. Þættinum, það hrynja inn kveðjarnar hérna. Er kveðja frá Hótel Hafnarfjalli. Það var Dagný Gunnarsdóttur. Já. Sem er væntanlega að horfa á leikinn þar. Bestu kveðju á Hótel Hafnarfjall. Nótekar. Svo var hann margir. Geir í remote. Já. Geir í Seals, Geir í Fjarstart, það er nokkur nöfn. Hann sendur okkur kveði líka og hann vill láta hækki okkur hljóðið. Já, vill hann ekki bara hækki sjónvarpinu? Byrja á því. Þess að vinnur þetta uppkast. Áframöndu leikurinn. Og við spilum 4 og 4 eins og ég held. Já, auðvitað vissir þetta. Þetta vissi Dagur kemur þessu ekki að markið. Lausan. Já. Og það er rangstað. Við erum mótnir 5 hérna, næsta menn, þannig að það er powerplay Í mínútu. í mínútu, já. Það er Dagur, Unnar, Óli Baddi, Haffi og Atli sem ætla að freista þessar að nýta liðsmuninn. Edvard, Markus, Alex Máni og Sölvi í vörn. Atli með McDavid spaðan. Svo Unnar lappar með þetta inn hérna. Sölvi gerir vel að pressa hana. Mjög vel gett honum. Kemur þessu út. Löng sending. Fínt spil hérna og Atli kominn í færi. McDavid. Áfram. Fær hana. Já. Haukur. Það nú. Varningur inn í hotnunni. Ég held að Markus geti verið að fá dóm núna fyrir röffing. Og Óli Baddi. Já, svo sem það er hlýtt í bóksinu. Það er mikið nota núna. Það er hlýtt í bóksinu. Það er spurning hvort það er ekki komið móða og gleri í bóksinu. Já, þetta er... Þeir halda áfram að henda mönnum út af. Það eru þessu margir í bóksinu, allir þessi ekki farin að nýta hérna ritarabóksi bara líka. Jó. Það var það Marek og Jói Leifs með Orm og Gunna fyrir Skautafélag Akureyrar. Edvard, Haukur Karvels, Kári og Þorgils. fyrir SR. Og Marger var ekki ánægð með þessa kveðju sem við sendum honum að hækka í sjónvarpinu. Nei. Það segir að sé allt í botni þarna. Það ætti bara að kaupa sér ykkur almennilega græjur þá, kallinn. Eða bara ská úr augunum á sér. Nú, eða bara kom í höllina. Já, svo er nú það. Það er nú bara ekkert að mæta á svæðið. Fá þetta allt saman beint í æð. Já. Gunnar hann átti skot á markið sem að Jóhann stoppaði auðvitað. Þarna nú er Blödsnúður kvöldsins komin í gírinn. Já, hann er búinn að hækka í þessu. Þetta eru örugglega upp á slæðas. Sko, ég segi nú stundum bara þegar Þessu vinnur þetta vel gert.
Og stýri bekkinum. Já, höldum við áfram. Já. Meiri segja Heiðar Gauti farin að gladiatorast fyrir frá markið. Já. En það er svo að segja hérna allt skriðið, þá margir Sílsi búin að biðja það að fá að lýsa næsta leik. Já. Þannig að við fögnum því að fá menn sem að gera það. Það bara hér með Geir Nelt. Já. Margeir Nelt. Fáum þá félagi hérna Margeir og Ella bara. Jettemuggan. Jettemuggan. En áfram höldum við með hockeyleikinn hérna. Gunnar með fína sendingunni yfir á Marek. Marek kemur svo... Nei, gott blokk hérna hjá Kára. Marek reynda að finna hérna. Marek reynda að finna Jóa. Ég held það nefnilega. Gunni gerir vel hérna. Passaði drengur. Veit ekkert hvað bökkurinn er. Hann veit ekki einu sinni hvað gómurinn er. Nei, þetta var öfalegt. Já. Það Hákon Marteinn stelur hann að sendingunni bara í loftinu, slæðir hann niður, nær skotinu sem Robert Ver nær reboundinu og setur hann fram hjá staðan 1-1 bara. Ormur ekki ánægð með sjálf þess Þú grættir hérna, hann let Kilvun að finna fyrir það markinu og hann þarf að koma til helgina á nýja. Já, hann er velkominn. Já, 1-1 eftir þegar að leikurinn er nánast slétt hálfnaður. Jói vil mótmæla þessu, hún fannst þetta að vera helviti hákilva hjá honum þegar hann slæðir þetta niður. Já, það er mjög góð spurning. Verður ekki að sjá þetta bara? Það er já. Það er langt frá hún haust með Kilvuna. Já, hún er allan að finna of mitti. Sáðu hérna. Já, Þetta er high stick. Þeir sluppu með þetta einsýningarnir. Já, hann er ekki að fara að flauta á þetta núna. Nei. Þetta er bara mark. Hann getur ekki tekið það núna. En við höldum áfram. Staðan er bara 1-1. Þar með strókaði Jói bróður sína listanum líka. Jólagjaflistanum. Greiði Sæmi fara enga gjafir þessi jólin. Þegar kannski að Leipi kannski kemur með eitthvað frá Tóra Vieka. Eftir hverju verið að bíða núna? Það er ekki neina að bíða, en bíðum svo dagins. Þannig. Leikurinn er hálfnaður. Guðni droppar bekkinum og Jói vinnur þetta. Guðni hann með frekar slappa sendingu. Ser í sók, Hákon skýtur framhjá. Gunni finnur Jóa hérna. Jói heldur þessu bara. Gunnar að róa þetta aðeins niður hana. Kemur þessu yfir að Gunna. Vart. Já! Gunnar Arason setur. Var þetta Edvard sem fekk flugferðina? Já, lokaði sölunni þannig bara. Fasteignarsalinn. Já, það var að Ormur allar að... Það er dómur. Róbert fer úr markinu hjá SA núna og SA menn spila hérna einu fleiri. Í 5 sekundur. Já. Það er dómur. Rúna, ég held að með gang leiksins þá erum við að fara að horfa á þetta fram að miðnætti bara. Já.
Ég er með gigg klukkan 8:30, þannig að ég þurfti kannski að fara hérna þegar þriðja lótan er 8:30. Já. Björgum við upp, þá kemur bara Margeir inn í staðinn. Kemur Margeir á handalaupum ofan á þorpi. Tripping. Já, þetta er trippingdómur. Já. Voru ansi mikið brottrekstra í þessari annarri lótu. Já. Hún lítur bara bráðum að bráðna flautan hjá Sæma. Þá er Markus Ólafsson að fara í boxið. Við höldum áfram, powerplay, sjáum hvort að Jói Leifs og félagar hérna nái að kokka eitthvað upp fyrir okkur. Markus er bara hættur við að fara í boxið og hann er farin aftur yfir. Já. Og Óli Batti kominn út líka. Já, það var... Það er ekki bara að fara og snemma úr boxi. Já, það verið eitthvað svolítið. Það er að viðkjöna það, maður er aðeins ringlaður hérna í þessum brottrekstrum. Já. Þetta er farið að vera dóttir svona eins og erfið krossskjóta. Erfið krossskjóta. Maður er ekki, ég bara átta mikið á þessu. En hann er fallegur af velli, sjá hann. Sæma. Já, ber af. Hann ber af, það er bara hannig. Jæja, það bara gerðist. Leikurinn heldur áfram. Á 91. mínútu og 11 sekúndu er refsingar liðsins leikmaður númer 18, Sölvi Andersson, fær 2 mínútur fyrir kipping. Nei, við lesið á Hákonni þannig. Birkir kemur þessu yfir á Jói Leifs. Og Alex Máni setur press á Jóa, togar hann niður. Jó, það er dómur. Húkar hann, segir hann, já. Já. Ég veit sjálfur saman, þú getur kallað þetta húk eða hold eða eitthvað. Þetta er... Og ennþá rauðglóir flautan hjá Sæma. Þetta er alveg... Við þurfum að fara að gefa honum alveg vera í hálfleik. Ber á sig. Klárt, Suri. Á varirnar. Setur bara hendin utan um hann og dreifar hann niður. Þetta er... Við erum að skoða bara replay hérna á iPadinum. Það er smá eitthvað vávesin á replayunum hjá okkur en við náum ekki sýningunni, þannig að við skoðum bara replayin hérna í iPadinum hjá okkur. Já, trúið okkur bara. Já, við segjum satt. Fimm og 3. Jæja, það verður áhugavert að sjá hvernig er þetta að leysa þetta, strákarnir. Þetta er tækifæri. Við vinnum uppkastið. Atli Þór, Sveinsson, Rappar með hann hana. Unnar. Og hafna! Frábært mark. Atli Sveinsson með þversendingu yfir á Unnar sem tekur one-timer. Stöngin inn eða? Já, stöngin inn. Stöngin inn. Þetta var vel gert, þið voru ekki lengi að nýta þetta. Nei. Þá kemur Sölvi úr boxinu og við erum áfram í powerplay hérna, rauðir. 5 og 4. 5 og 4 og hann hendi bara sömu mönnum út, sýnist mér. Já. Dagur
Annar þetta. Nei. Þannig að klikkaði McDavid spaðinn eitthvað. Hákon Marteinn í Hákon Marteinn í uppkastinu hérna. Já. Það gerir vel Atli. Býður rólegur. Gunnar Dagur finnur Atla aftur, vel leyst hérna. Finnur frænda sinn. Skilur hann eftir fyrir Unnar kom í færi en of seinna að skjóta. Þannig að hann kemur Kilvin í þetta. Vel gert þarna með varnarmanni þessar. Mínúta eftir að powerplayinu. Skiptaður powerplay-línu hérna, SA. Við erum komin inn á Jói Andri og Marek í sókninni. Og Birkir með skot í stöngina. Gunnar Andersson yfir á Birkir. Gunni aftur niður á Marek. Marek setur hann á Andra. Og Jói rólegur kemur sig yfir á Andra. Þessi tveir þekkja hvort hann ágætlega, Jói og Andri. Jó, þeir eru oft saman í sturtu líka. Eftiræfingar. Ágættis skot. Já. Reyna að skjóta í gegnum eitthvað skrín þarna. Það er erfitt að finna. Hann er bara góður í markinu líka, Jóhann. Hann er stór og... Hann er líka duglegir að vera fyrir framan hann og loka færum. Hákon Marteinn setur pressa á Gunna. Sterkur þarna. Birkir og Hákon. Ljósna og Gunni kemur út með pökkinn. Finnur Jóa Leifs. Þannig að þeir Birkir út af. Þeir húking. Þetta er óþarfi. Mér finnst búið að vera svolítið mikið hjá báðum liðum. Svona brot hjá leikmönnum þeir eru svona bara þegar spilið er farið. Já. Svona eftir á eitthvað. Við erum að skoða endursýningur á þessu. Hákon Marteinn reyndar er klókur þarna og hann heldur Kilvinni nær honum út af þarna. Þannig að við spilum 4-4 í 15 sekúndur eða svo og svo eru SR-ingarnir komnir í powerplay. Þar fór kuppaðis Kilvin stóra. Já. Og hann líka orðinn gömul. Fyrir ykkur sem ekki sjáuð okkur hérna uppir hérna, þá getur sagt ykkur það að Björn Már er búinn að nutta saman lófunum hérna. Að gleði. Þarna svo marga killur í dag. Þeir blöndar mann höndlar hérna Lukas Stigna.
Þessi kemst ekki út, Asir farin út, Ákvörð Marteinn. Rólur á pekkinum. Kári. Og Þorgils. Já. Orri Blöndal. Setur hérna 92, hver það? Lukas. Það Lukas inn aftur. Já. Alex Máni. Nýtur hraðan sinn. Missir hann hana. Hreinsum þetta 40 sekúndur eftir að yfirtölu Reykvíkinga. Edvard setur hann tilbaka á Markus. Og þeir eru að reyna að byggja upp spilið á sér. Leifum bara fínt að leifa með það tíma þarna bakvið. Edvard. Já. Og Bjarmi með fína tæklingu þarna á Edvard. Og Gunni Ara finnur Hessu skynsami bara settir inn á markbarana. Og Gunni Ara með frákastið. Jóhann vandanum vaksinn. Já. Já. Næst í farin unnu Kilva. En Ekkert mál fyrir svona fasteignasala að brjóta kilfur. Þetta er bara... Þeir mala gulllettingar. þetta er bara eins og að brjóta tannstöngla. Já. Fyrir á. Þetta er bara svo tannstöng. Já. Fjóra mínútur og 32 sekúndur eftir að annar lotu. Staðan er þá 2-1 fyrir Skautafélag Akureyrar. Og þeir voru að hvað var að segja, hérna, standa af sér powerplay S-eringar. Já. Atli Ormur með skot. Stangarskot. Stanga, hörku skot alveg. Atli Sveins færi, hann ver aftur. Ekki þekktu fyrir að skora mikið hann Atli. Nei, hann skoraði nú daginn. Já, og svo held ég að verði ekkert meira frétta heldur en á næsta ári. Haffi fer hérna í tæklingu og Unnar Hafberg tekið niður. Arði. Hann var mjög gott slast líka. Þetta er að færast fjör í þetta. Jói Leifs færir hann frá Orm. Jói Unnar. Og Jói kunni færi og slass í andlitið á Jóa sýnist mér. Þetta kemur Birkir, kemur sér inn á Ólafbata en Þórin er að stöðva þetta. Já, þá erum við loksins komið leikhattur. Við fara að Æsing. Við þurfum kannski að hérna Björn finna einhverja lausn á þessu headphone vandamáli hérna. Ég er ekki hrifinn af því að þurfa að taka niður kúrikatinn hér að lýsa leiknum, en það er ekki hægt að vera með hann og headseti. Nei. Þannig að við þurfum kannski að drullumixa einhver headphone þar sem ég get verið með hattinn. Fínt skot hjá Heiðargötu hérna. Vel varið hjá Jóhanni. Já, setur kilvunni í þetta. Orri Blöndal taklar hérna Alex Mána allhressilega. Slapp hugsanlega með dóm þarna.
Andri Sverris setur pressu á Þorgils. Þorgils gerir bara vel, kemur sig yfir á Edvard sem að Hendir þessu upp bara. Marek kemur þessu á Andra sem að missir hann. Það var Bjarmi okkar Kristjáns kominn inn á. Ormur. Þetta var ægilegt skot hjá honum að þá, í stökkina. Já. Þetta var hann smell hittan sko. Já. Það er augljóst að maður sér að þegar Orri Blöndal er mættur aftur þarna, það kemur svona ákveðið svona physicality í liði hjá okkur. Mönnum er ekkert vel við að vera fyrir framan hann. Nei. Það nauta manni. Jói gerir vel þarna, grípur þetta. Ég held að Gæsirnar í Eyjafirðinum séu heldur ekkert svona ánægð með það. Já, Gæsirnar í Eyjafirði, hérna, það eru hrædda við hann. Hoppa, dómur. Það er undan það Bergur að fá 2 mínútur fyrir eitthvað tripping eða... Já, sennilega. Haffi fyrir slags vantanlega líka. Tripping. Þeir eru ekki ánægðir með þetta strákarnir. Nei. Ég held að við séum nú bara ánægðir með að einn aðeins fara í boxið. Haffi slapp vel hann að þetta. Já, ég er sammála hinn. Sýndist Jói vera að reyna að ræða þarna við Sæma, vildi meina að Unnar ætti ekki að fara í bóksi vegna þess að hann hafði skilið löppina eftir þegar hann fyrir tæklinguna. En ég fannst þetta nú vera tripping, ef ég bara... Já. Vestfirðingar hafa 45,9 sekúndur til að skora áður en að þessi lota er búinn. Einum fleiri. Þessi er alltaf hættuleg svona. Það var Bjarmi. Gerir vel þarna. Kemur hann á siglingunni. Alla leið bara. Og þetta er sennilega í þennan líka. Já. Vestfirðingar, fín pressa hjá Dóra hérna. Dóri vinnur bara pökkinn á honum. Haldur þessu bara þarna niðri. Og Vestfirðingar verða að frista þetta. Það er eitthvað hitt í mönnum hérna, þeir eru eitthvað... Bóra svolítið svona spól, sko. Já. Íshokkí svo sem ekki þekkt fyrir að vera leikur herramennskunnar. Nei, ekkert endilega. Það er svona... Þetta er mikil ferð af mönnum og tæklingar og veist. Það er lett að hitna þess. Og þar með lauk annari lótu, 2 tímum seinna. Já, staðan 2-1.
Hákon Marteinn jafnaði 1-1 fyrir S-eringa. Unnar Hafberg kom SA aftur yfir. Hann situr svo í boxinu núna. Þannig að SA-menn byrja næstu lótu Í powerplay. Nei, í penalty-kill. Í penalty-kill, já. Já. Við tökum okkur cirka bát 14 mínútna pásu.
Aja, þá er ég búinn að taka af mér kúrikattinn og setja með headsetið. Já. Björn, þú ert ennþá með húðuna þína. Já. Síðasta lotan, staðan 2-1 fyrir SA Víkinga og norðanmenn byrja einum færri, fyrstu 1 mínútu og 13 sekundar. Unnar Hallbergir í bóksinu fyrir tripping. Staðan 2-1. Fjörugur leikur búinn að vera. Já, og svona svolítið hiti. Mikil hiti. Svona einhver kýtingur í mönnum sem er bara gaman aðeins, svo lengi sem það er ekki ómikið. Svo lengi sem það ekki farið yfir strikið. Já. Þá maður hérna búið að setja Guðna í gera hann ræstitækni. Hann er hérna að skúra. Línuvörður og ræstitæknir. Já. Hann er að skúra hérna bak við markið á SA. Þættinum hafa nú ekki borist neina aðdáendabréf í pásunni núna. Við vorum greinilega ekki að standa okkur nógu vel í annarri lótu. Ja, við fengum færri aðdáendabréf í annarri lótu heldur en í fyrstu. Það er ákveðið áhyggjuefni. Já, ekki nefn þetta séu bara þeir einu. Skilur við aðdáendunni? Heldur við eigum ekki fleiri? Já, það getur verið sko. Já, við fáum meira Við ættum að vera með svona hérna, eins og var alltaf í útvarpinu í gamla daga, fólk getur sendið inn ástarkveður og svona. Já. Já, hvernig væri það? Það væri geggjað sko. Er einhverjir þarna úti í sumarbústað að horfa á leikinn? Það er spurning hvað það. Hvort einhver er ástfanginn að horfa á leikinn. Svo það verðt að minna á að það er hérna kvennaleikur strax á eftir. Það er einmitt SR og SA spila. Það er búið að vera hörkuleiki líka. Já. Það er mjög jafnir leikir. Ég er ánægð með nýju græðarnar í húsinu sko. Það heyrist vel í þessu sko. Já. Eða Gutti kemur þessu inn og pressar, setur pressu þarna. Kári lappar upp með þetta. Það má nú ekki hleypa honum og nálægt markinu. Það er vel gert hérna, en þeir halda þessu inni. Bjarmi, pökkurinn stoppar í vatninu. Þetta er ekki nóg gott sko. Nei, það þarf að passa sig þarna. Þeir halda honum inni, þesseringar. Við þurfum bara að fá steina, kantsteina á sandbóniðin aftur. Já, kantsteina. Þorgils. Nú var það setur hérna yfir á Hauk. Bjarmi. Tími á bekkinum, setur þetta bara út drengur. Neini, setur hann bara í. Setur hann bara í baki á Matta, það er ágætt. Dóri að mannhöndla Kára að það. Tekur vel á mótunum. Passlega hrifin af þessu, Kári. Já, maður náttúrulega... Sem er kannski skiljanlegt bara ef að... Þetta er ekkert gaman. Það kemur stórstrákur eins og Dóri og Jú-Jitsarði þarna. Upp og sí, þarna... Slapp Orri myndi ég nú segja. Já, Orri slapp með dóm þarna. Og það Unnar Hallberg komin inn á og búinn að hvíla sig vel í bóksinu. Og setur hann á Jói. Missir hann aðeins frá sér. Unnar nær hann aftur. Kemur skottun á Jóhann. Og verð. Já, þeir stóðu af sér hérna Powerplay-sendinga á. Nú vinnur uppkastið, Unnar kemur svo á markið og þeir hreinsa og reynar þess ekki. Það var Jói Leifs
setur þetta inn á Gunna. Með lélega sendingu þannig Gunna. Gunni kemur svo Unnar setur þetta djúpt. Jói sækir, reynir að koma haffa hérna, fín pæling hjá Jóa hérna, en Orri með nei, hætti við. Hætti við, fíblar. Jói fyrir út af. Lukas með pökkinn. Hætti og Haffi setja pressu hérna, Unnar fær hann, kemur þessu tilbaka. Ormur og Atli. Atli leitar. Engin hjálp þarna fyrir Atla, hann bara skautar. Hann næri ekki að hitta Birki þannig. Lukas kemur inn og komast út úr svæðinu sem hann nær. Edvard setur þetta bara á markið og Róbert neglið þessu. Róbert búinn að vera flottur í dag. Já. Alveg mjög flottur. Ekkert við hann að sakast í markinu. Bara báði markmenninir. Já, báði markmennir búinn að vera góður í dag. Nei, ekki bara henda þessu á menn leiksins að þessu markmenninir. Bara strax. Jú. Já. Haukur Garvels og Hessu. Haukur hefur betur. Þorgils lappar inn í svæðið. Hætti sér ekki fram hjá Degi hérna samt. Nei. Dagur. Það þungt í honum pundið. Full rólegur á pekkinum hérna samt. Og færi hjá Esseringum. Hvar hann? Nei, Andri gerir vel. Finnur hann. Hessu. Marek. Missir hann frá sér. Kemur þessu yfir á Dóra. Dóri með skot og beint í maðan á honum. Já. Við fögnum því að við erum búin að fara hérna 3,5 mínútur á þess að það komið dómur. Já, það er jákvæmt. Þetta er allt upp á við. Dúi dómari ekki sáttur. Esseringar taka þetta. Þorgils lapp, nei, þetta er Edvard. Kári, reynir að finna Hauk hana. Orri, kemur hann tilbaka. Lendir ykkur smá vandræðum hana. Unnar kemur upp með hann. Kemur þessu yfir á Jóa. Jói setur hann inn á. Það er að reyna að finna Gunnar hana en Unnar fellur við hana, kemur þessu upp áttur. Håkon missir hann. Unnar setur press á hann. Affi. Sölvi frýr hana. Nær honum, vel gert hjá honum. Koma Esseringar. Gunni gerir vel. Sterkur, fram fyrir markið hérna. Kemur þessu upp á Birki. Var það bara þetta leið? Já, fín tilraun. Þorgils gerir vel hérna. Bara þetta hérna bak við markið. Matti og Birkir að eiga við Þorgils og Edvard. Það týnir Þorgils pekkinum hérna. Hann kemur hann út samt. Ormur gerir vel og setur þetta bara á markið og Jóhann heldur. Hessu að gera vel í uppkastunum. Dóri setur hann hérna 7 metra framhjá.
og Marek finnur pökkinn þetta bakum mark, kemur þessu upp á bláu, Dóri setur þetta bara á markið. Þetta var bara hættulegt. Já. Þetta Jóhann Björgun hefði ekki séð skotið koma. Nei, fór hann að milli lappana líka og svona, það er erfitt. Það er alltaf gott að ná skotið í gegnum trafík. Það er... Dagur gerir vel að halda þessu inni. Þessu missir af honum þarna. Hanna. Hákon. Góð send, já, nær honum ekki hann á. Það sitt hann á Hauk. Gott spil hjá þeim hann. Dagur gerir vel. Marek setur pressu. Og fær kilvuna bara í hausinn hérna frá Edvard á launum. Því líka færi henni á SR-ingunum. Steinsófu varnarmenn þessa. Það er snirtilega gert. Kemur Unnar Aberg einn á móti Lukas. Kemur skotinu framhjá. Jói hefur betur hérna. Hafþið tekur bara rás hérna á þau. Orri Blöndal lætur finna fyrir sér. Já, hann vill meira. Hann er ekki sattur. Jói reynir að finna Haffa hérna fyrir fram markið. Þannig kemur Orri. Gunnar Arar. Skjótið þessu bara markið. Það er bara trafík. Það er ansi mikil pressa hérna á SR-ingunum. Við erum bara mikið inn í svæðinu hérna Akureyringarnir. Já. Haffi fór í tæklingun hann, hitt ekki bara. Upp, 6 eða ekki? Jú, margir á ís. Já, já. Það var klaufalegt. Geta nú ekki kvarta yfir þessu, Þetta var, já. Hvað segir spjaldtalvan okkar? Kíkja á þetta. Já, já. 1, 2, 3, þannig eru þeir 4, 5, 6. Já, þetta er allan. Bjarmi K fara að fara í bóksið. Já, stendur þið vel, strákur. Hrottinn sem hann er. Já, aftur þurfa Akureyringar að standa sér powerplay. Þetta er klaufalegt, þetta á ekki að gerast. Nei, SM-menn geta nú ekki mótmælt þessu. Þetta er bara rétti dómur. Við horfum á þetta aftur í spjaldunni og það er ekkert að kvarta við þessu. Það má alltaf reyna þessu, hvað séð? Já, já. Þorkils, Kári. Já, nei. Áhugavert að fylgjast með fyrir fram að markið hjá SA núna. Þar er Bjarmi að passa sinn mann og Hákon Marteinn var hann eitthvað ofan í honum. Já. Það er nú áhugaverð rimma hann fyrir framann. Bjarmi kemur þessu ekki út. Kári finnur hann að Hauk. Haukur skoraði virkilega laglegt mark í síðasta leik hérna í powerplayið mitt. Fekk svona one-timer sendingu. Þá kemur Hessu, Matti með honum. Matti keyrir bara inn á markmiðið Matti og fær hann og færi! Jóhann Björgun verið vel.
gríðarlega vel varið í Óli Já, Björgvin. þetta var sterk varta hjá honum. Það var að Hákon Marteinn sterkur á pekkinum. Númer þessu hérna upp. Þorgils leitar yfir örugglega. Þeir eru ekki allavega ennþá að finna glufur hérna, Vestfirðingarnir, en Kári er hættulegur. Tóki... Finnur Kára, hann kemur skot, glufa. Þetta er beint á hann. Fínt er gerðið vel hérna Gunni og Dóri að hérna rýma fyrir framann Róbert í markinu. Hann sér skotið koma. ...46 sekundur eftir að hérna powerplay á Vestfirðingunum. Þá fáum við hérna þungaveikta línu þessa inn á að kannski unnarið hundaskiptum, hann er ekki mjög þungur. En Pétur, Orri og Gunni, saman stóri strákar. Rúnar, við erum nú að halda þessum leik áfram hérna, sko. Þetta er nú alveg rosalegt, sko. Þetta er svona með lengri leikjum sem að þú ætlar hann að fara einhverja hérna hvað er hann að gera hann? Það gæti verið að sé eitthvað blóð þarna, sko, sem gæti haft áhrif á leikinn, sko. Já, það er að skafa þetta af. Já, það skafi þetta af. Það er þetta samkvæmt reglum, þá verður við að gera það. En svo er alltaf að skippa á ísinn. Jæja, áfram með þetta. Ekki borða snjóinn, strákar. Nei. Menn vita þessu smálið að það var ekki að borða gulan snjó, en hvað með rauðan, það er svo... Nei, það er sítrónu bragð á hún. Hefur mér verið sagt, sko. Já. Jæja. Unnar vinnur þetta uppkast. Gunnar kemur þessu Orra, Orri kemur þessu út. Já, boppar hann yfir kiluna. Pétur setur pressu á Alex Mána. Góð pressa hjá honum. Vel gert hjá Pétri hérna. Hann er ekki hættur. Orri gerir vel hérna. Missi kilvuna reyndar. Hann þarf ekkert kilvuna. Einu. Haltu þessu bara. Já, já. Sautján sekundur eftir að yfirtölunni hjá S-ringum. Gunni kemur svo Orri reynir að koma svo út, nær þess ekki. Orri lætur aftur finna fyrir sér. Sölvi. Það er mikið trafík fyrir fram markið. Róbert verður þetta. Það þarf að fara út. Það veit ekki hvað er í gangi hérna. Það sýndist Unnar Hrafnberg eitthvað meðast þarna í horninu. Já, maður blokkaði skoti með líkamannum að hitta hann illa. Já. Ef
var að fá skilabóð hérna frá formanni Ísugilsambandsins, spurði hvort að við varum ekki á yfirvinnukaupi og það leikurinn var svo langur. Já, Ég meina það er nú kannski eitthvað sem að hokkeysambandið ætti nú kannski að skoða. Já. En við spilum 5 á 5 og blokkar skot hérna hjá Orm. Vel gert. Kári með góða sendingarni yfir á. Þeir eru þetta að liggja aðeins á okkur hérna núna, þessar leikandi. Svo sem búin að vera einu færri í 2 mínútur. Liggjum í súpunni sem einhver sagði. Upp. Það er einhver sem sagði það. Já, liggjum í súpunni. Óli Batti kemur þessu ekki út, þetta þarf að, jú. Rángstaða. Haukur Karvels ekki komin út. Eftir af leiknum. Já, slétta 10 mínútur eftir. Þetta er allt í járnum hérna. Mjög spennandi og skemmtilegur leikur bara að horfa á. Þá hann sé búinn að vera langur. Það var að vera heldur langur. En já, skemmtilegu leikur. Mikið aksjón og svona smá hitt í mönnum. Já. Andri Mikael setur pressu hérna á sendingana. Þorgils kemur þessu bara út. Dóri gerir vel hérna. Já, það sem hún sagði. Það sem hún sagði, ef enginn tók eftir því. Marek kemur sér yfir á Hessu. Gerir bara upp inn á mark. Andri bara fær hann og glæsilegt mark! Heiðar Gauti gerir gríðarlega vel hann. Skil í pekkinu, kemur hann svo bara beint í spaðan og Andra Mikael sem að klára færið. Og gefur Akureyringu smá buffer. Staðan 3-1. Þetta var bara snirtilegt. Já. Lekkert, eitthvað sagt. Það var lekkert, já. Þetta er bara fín sókn alveg frá upphafið. Marek og Heiðar Gauti með þrýðning og hann keyrir svo bara alla leið upp. Skil í pekkinum, leggur hann svo fyrir markið bara með bakhöndina, þar sem Andri lúrir bara og setur hann í markið. Og Jói Leifs mistar aðeins frá sér þetta. Þá kemur Alex Máni og hann leist ekki á blikunum þegar Orri Blöndal kom það. Hann hætti bara við. Þá var það Hafþór. Jói setur pressu. Ég held að stúkan er orðin svo þreytt, þetta er svo langur leikur, þau eiginlega nefnt ekki að fagna einu sinni. Já. Kemur Jói. Finnur hérna Haffa. Þetta er nú Ormur. Ormur segju. Svipari. Svipari vexti. Í vexti. Unnar finnur hérna Birki. Birki kemur upp úr horninu. Setur hann aftur djúft. Og Matta. Já, vel gert strákar. Birkir ekki eitthvað högg hérna. Já, hann hristi það af sér. Já. Þetta er svolítið skemmtileg lína þannig að Birkir, Óli og Matti. Þeir eru
kraftur í þeim. Já. Ágætt skot hjá Birki framhjá samt. Og kemur Kári á móti Orm. Ormur gerir vel. Atli finnur Birki hérna hinum megin. Einn á móti Edvard. Birki finnur Orm. Ormi. Já! Með neglu þarna. Glæsilega gert. 4-1. Og Akureyringar að sigla fram úr. En það er nóg eftir í þessu. Þetta er ekki komið. Mjög vel gert hjá Birki hérna. Dregur manninu með sinni í horn og snýr svo upp á sjó og bara setur hann á Orm sem kemur eftir hann alveg einn. Ormur leggur hann í fjærhóndin. Koma S-eringar Helgi Bjarna yfir á Sölva, nei yfir á Lukas segi ég. Kemur Dóri upp á Heiðagauta, Heiðagauti finnur Andra Sverris sem að skilja hann eftir en þetta var ekki vel gert. En Dagur rettar því sem þetta verður þarna. Marek verið í pressuna. Pétur sterkur hérna, Marek reynir að Þannig að tróða mér inn. Já, og aðeins að spjalla hana. Já. Já, þeir halda áfram strákanir. Já. Þetta er flott. Smá hitt í mönnum þarna. Áfram með leiki bara. Það vantar ekki einn inn á hjá okkur eða? Jú, það er einn steinsofandi þarna. Setja bara sömu strákanu aftur. Pétur í uppkastinu. Pétur hefur betur hérna gegn Þokka á þeim. Andri Sverris kemur sér hérna upp á Daniel. Þeir ná að halda sig inn í svæðinu, nei. Þannig, Kári, móti Bjarma. Finnur mark. Hákon sem skýtur bara beint í belginn. Þetta er að vera að reyna naflinn inn. Já. Það er þekkt skot hérna í innbænum. Spurning hvað Milos, þjálfari S-eringa, hvort hann eigi einhvern ás upp í erminni. Hvort hann hafi einhver ráð við þessu. Já. Eða restin af staffinum sem er með honum. Já. Þeir eru svo sem bara, mér finnst S-eringarnir alveg búin að vera inn í þessum leik sko. Líka með þessari lotu. Það er bara einhvern veginn, mörkin hafa fallið núna þessa megin sko. Já. Svo líka þegar koma svona dómar hægri vinstri, það er erfitt, þú veist, maður þarf að núllstilla sig eða loksins búið að klára það. Já. Og það er svona eiginlega að byrja upp á nýtt, sko. Új.
Sölvi finnur hana. Róbert gerir vel í markinu vel. aftur. Góð sending á Sölva hana. Bakkunni laus. Já, Róbert nær honum. Nei. Alex Máni er búinn að vera aðgangsharður þarna í kringum markið á okkur. Já. Það er kraftur í honum. Þetta þekkir hann ísinn hérna við. Það þekkir þetta vel sko. Það veit að þetta er niður í mótið þarna meginn sko. Það var Matti og Kári í aukastinu. Og Kári hefur betur. Fínt skot en Ormur blokkaði þetta sýndist mér. Já, fáði í hælinn á sér. Kári lappar hérna. Það má ekki leiða honum að lappa hérna inn sko, þetta er alveg galið. Þetta er beint á markmanninn. Það er biðdómur. Já, hann hlaut að koma að því. Lengjum þetta aðeins. Slashing. Já, það er Birkir Einarsson. Bogusson. Einarsson, Bogusson. Það var ekki mikið, en hann fer í hendurnar á maður. En þetta er ekki slass, þetta er meira húk eiginlega sko. En það breytir ekki neinu, þetta eru 2 mínútur. Þá voru það Pétur og Heiðargutti með Degi og Dóra sem ætla að freista þessa halda hreinu. Gert. Fínt, strákar. Kári kemur hérna. Dagur stoppar þetta. Þeir hafa eiginlega ekkert komist inn í svæðið hérna bara þessa 40 sekúndur. Þetta þarf að fara út Dóri minn. Þarna. Heiðar. Gauti nær þessu út úr svæðinu. Edvard. Fyrir að sækja pökkinn. Og koma Matti og Unnar inn á samt Bjarma og Dóri er ennþá inni. Gera vel hérna að komast út. Það var hnúðið. Þetta vinnur með Akureyringum bara. Grömm, eins og maður segir. Já. Þetta vinnur bara með Akureyringunum. Unnar fær hann hérna, kemst einn á móti. Sölva. Það reynir að skoppa fram hjá honum. Dipsy doodle eitthvað hana. Það er búið að vera mjög fínt kill hérna allavega fram að þessu hjá Akureyringum. Já. Þessar engar ekki fengið inn færi. Þarna kemur þetta færi. Stangaskotið það ekki. Já. Unnar setur press á Tokkavinn sinn. Andri Sverris. Hann fellur hérna, Andri. Nei, Lukas féll við. Já, ég ætla að segja að Andri nær pekkinn, en svo náði hann ekkert. Nei, hann náði hann ekkert. Bjarmi K. kominn hérna inn á. Og við erum aftur 5-5. Hákon missir hann. Pétur. Reynir að koma honum í leik bara. Kemur Hákon Marteinn á móti Atla. Atli gerir vel hérna og það rángstað en þeir flauta ekki. Nei. Það er bara stundum sko. Ormur lætur Hauk finna fyrir sér. Pétur skynsamur um. Þetta var ekki gott. Þetta var negla. Unnar kemur svo Ormur er kominn. Þetta er bara að vaða. Litla líkur á því að skora með úrliðskoti frá bláu línunni hérna með enga fyrir framann. Já. Þetta var
að negla hjá honum Edvard þarna. Þetta var agalega fast maður. Stöngin bjargaði þarna. 2 mínútur og 33 sekúndur eftir. 4-1 fyrir þessa í bráðfjörugum leik og löngum. Já. Hann er nú eitthvað búinn að róast leikurinn. Já. Menn eru... Nei. Þessi sending var í svona hálfgerðum loftköstum þarna. Hafði finnur Jóa þarna, Jói innan mark og... Nei. Náði ekki að stíga inn. Bergþór Bjarmi. Já. Tekur setor. Dipsy Doodle var á blálínni. Tekur setor múf á þetta. Þetta lærði hann í sveitinni. Unnar í baratunni í horninu, missir hann. Bjarmi stígur inn, Bjarmi færi. Bjarmi! Nei. Þarna munaði litlu maður. Það má alltaf reyna. 2 mínútur eftir leiknum. Koma þessir engarnir. Edvard sækir að bakum mark, kemur í stundinu upp á Kára. Og Birkir horfði nú upp til einhver. Hákon Marteinn við það sleppi í gegn. Atli missir það frá sér og þetta er... Já, þetta er engin vitað hver bökkurinn var hann á tímabili. Ekki einu sinni bökkurinn sjálfur. Anna Kári! Mark! Já, klárar þetta. 4-2, fínt mark hjá Kára Árnarsinni. Og veskið þyngist hjá Rúnari fyrir vikið. Það er ennþá 1:20 eftir. Það er alveg allt hægt sko. Já. Það er nú séð annað en skerast í hockeyleikjum. Nú er bara mikið að fyrir SA-menn að vera skynsamir og vera ekkert að hugsa ómikið að skora fleiri mörk sko. Nei, bara að vera sterkir í vörninni og... Til dæmis ekki reyna að pinsa hérna. Nei, það er ekki gefa þeim 2-1 sko. Þetta var góð markvarsla hjá Róberti. Já. Doggi. Þetta var færi hérna. Alveg rignir núna mínúti eftir. Það er spurning. Já, hann er að skjóta ykkur annan bara. Dóri gerir vel hérna Dagur. Kemur svo Dóri skaut það nú bara. Andri skynsami bara. Setur þetta bara út. Marek kemur hérna og pressar á Hákon Marteinn. Hendur áfram að pressa á hann. Já, fínt þetta. 20 sekundur. Ég held að sjá átt að segja að þetta sé nú bara komið hjá þeim. Já, Marek og Pétur í færi. Með eitt lausan hana. Fínt. Klukkan heldur bara áfram. Það voru hérna svona góða 4 sekundur hérna. Já. Rúnar, það er góðsend tíð hjá þér núna. Það er góðsend tíð. Ég get bara að fara út að borða í kvöld. Já. Nei, settu tíman aftur á klukkuna, það er flott. 14 sekundur eftir, Pétur í færi. Nei, nær honum ekki. Alex Máni að cherry picka hérna. Já, þeir láta þetta bara vera. Já. Gunniara og Andri og leikurinn er búinn. Já, glæsilegur 4-2 sigur hjá Skautafélag Akureyrar. Ná að stoppa blæðinguna. Já, búið að vera pínu erfitt hjá... Tapa síðan 2 leikjum. Já, búið að vera pínu erfitt hjá SA-mönnum undanfarið. Og hérna, þeir gera vel núna. Koma tilbaka. Herru, við þökkum fyrir þessar viku sem leið hérna í þessum leik. Já.
4-2. Mörkin fyrir SA gerðu hvað? Það eru Haffi, Unnar, Andri Mikaels og Ormur. Og mörkin fyrir SA-ringa gerðu Hákon Marteinn og Kári. Rúnar, okkur barst einn kveðja frá Svíþjóð. Já. Við glemdum að lesa það. Það er hún Katrín Rós. Einn af okkar uppáhalds. Sendir kveðju okkur 2. Já, það er fallega gert hjá henni. Fallega gert hjá henni. Það er ekki fleiri kveður hérna hjá mér. Ég er svona pínu svektur að það kom engar ástarkveður. Nei. Það er kannski bara næst, í næsta þætti. Já. Ef við fáum að vera hérna aftur þannig. Já, það er góð spurning. Herðu, við þökkum fyrir okkur í bili. Næsti leikur er Skautafélag Akureyrar getur Skautafélag Reykjavíkur í kvennaflokki. Við hvetjum fólk að horfa á það líka bara. Það er alveg hörkuleikur framöndan. Og svo eru fleiri leikir bara í næstu viku. Það er alveg næsta 50. Þá kemur þið nýja lið Skautafélag Hafnarfjarðar í fyrsta sinn. Já, þeir eru að koma í fyrst skipti til Akureyrar. Spila hérna á 50. daginn við Skautafélag Akureyrar. Og þeir eru búin að styrkja sig allhressilega. Já. Bætt með einhverjum útlendingum og gerðu góða ferði í á Sæma. Ævar Arngrímsson með nýjan hjálm líka og svona. Já, svakalegt. Þetta verður svakalegt. Herðu, takk fyrir okkur.